Þá komið að liði 9 í dagskránni, Goðanes, algjört bann við lagningu. Ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 7 í fundargerð skipulagsráðs frá 9. október. Svona aðeins á sögunni á fundi skipulagsráðs 25. janúar 2023 var samþykkt að banna lagningu ökutækja sunnan og vestamegin í Goðanesi til að bregðast við ábendingum sem höfðu borist að tæki í götunni hindruðu umferð. Þrátt fyrir þessa breytingu hafa borist fjölmargar ábendingar að ástandið hafi ekki lagast mikið og að oft skapist hætta vegna þrengsla vestast í götunni. Máli var sett á aftur á dagskrá skipulagsráðs og skipulagsráð samþykkti að banna alfarið lagningu ökutækja í Goðanesi að fenginni umsögn lögreglustjóra á Norðurlandi eystra sem gerði ekki athugasemdir við það. Og það má segja að það, auðvitað vildum við gjarnan að það dygði og að fólk geymdi sín tæki og ökutæki, þá einna helst, og vinnutæki inn á lóð sem þeir hafi sjálfur til umræða. En þegar ítrekar beiðnir frá bæjaryfirvöldum að ganga betur og geyma sín tæki innan lóðar, ganga ekki eða hafa ekki áhrif, þá svo komið að við ætlum að prófa þetta og tókum og vorum einróma sammála í skipulagsráði að banna alfarið lagningu ökutækja. Takk fyrir orðið laust. Næst máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og bæjarfulltrúi Hallabjörg kom inn á áðan, þá þetta svo sem ekkert nýtt mál og við höfum verið að skoða þetta inn í skipulagsráði. En á mörgu leyti bara sorglegt að við séum komin á þann stað að við þurfum að fara einhverja lögreglu samþykktir til að reyna að díla við svona mál. En ég fekk mér sem sagt bíltúr í Goðanesið í gær bara til að sjá hvað ræðir og ég verð bara að segja að ég var bara pínu miður minn að sjá umgengnina í svona nýlegu hverfi þó að sé að sjálfsögðu undantekningar á því. Og sem dæmi við vegkantinn í Baldursnesi, þar sem að beygir inn Baldursnesi fyrir neðan Bíkó, búið að raða gámum og alls konar tólum og tækjum upp allan veginn að gatnamótunum inn í Goðanes. Og þetta allt á landi Akureyrarbæjar og mér sýnist þarna sem fyrirtæki bara farin að nota þetta sem lager fyrir sína starfsemi. Og við erum bara, ég veit ekki alveg á hvað vegferð við erum. Svo ekki sé talað nýjan bílakirkjugarð í Krossanesi, þannig ég spyr því bara meirihlutann, ætluðu bara að hafa þetta svona. Það heilmikið fögur fyrirheit en fátt efndir. Þannig ég ætla bara að leggja fram bókunni hérna fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars Más, sem svo hljóðandi. Það óásættilegt að ganga þurfi svo langt að banna alfarið með lögreglu samþykkt að leggja í Goðanesi og sýnir að bærinn hefur misst tökin á þessu málum. Víðsvegar bæinn má sjá tækjum, gámum og dóti lagt í leyfisleysi. Samþykkt var í vinnu við nýja umhverfis- og loftslagsstefnu Akureyrarbæjar að ráða starfsmann til að fara í umgengismál og það mikil vonbrigði að það starfshlutfall hefur síðan ekki ratað inn í fjárhagsáætlun næsta árs. Í stefnunni kemur einnig fram að skoða að koma upp vöktuðu geymslusvæði. Það kom því spánst fyrir sjónir þegar meirihlutin sneri við ákvörðun umhverfis- og mannvirkjaráðs að sækja lóðundir geymslusvæði og taldi ekki þörf á því. Heilbrigðiseftirlit Norðurlands hefur kallað eftir úrræðum í nokkuð tíma og þörfin greinilega fyrir hendi, fyrir almenning og fyrirtæki til að geyma ökutæki, vagna, vinnuvélar, gáma og aðra lausamuni. Því miður allt og mikið fögur fyrirheit hér en fátt efndir. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir og ekki máli sinna orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt gefið merkin. Það 11.